Velkomin í föstudagsþáttinn. Það verður ýmislegt í boði sem og endranær. Við ætlum að byrja á tónlist. Þær eru komnar til mín tvær úr Kvennakór Akureyrar. Velkomnar, Þórunn og Dóra. Takk fyrir. Það eru tónleikar helgina. Segiði mér aðeins. Klukkan hvað og hvar og hvað kostar? Já, við það eru mæðradagstónleikar. Það er mæðradagurinn. Já, það er mæðradagurinn. Og eins og í fyrra, þá byrjum við á því að syngja í messunni morgunni. Já. Og svo eru tónleikar klukkan 2. Og svo það flotta kaffihlaðborð á eftir. Já. Sem innifalið í aðgangseyrir. Sem hve hár þá? Hann aðeins 4.000. Það er ekki neitt. Nei, ekki neitt. Og hvað á efnisskráni? Það að syngja allt mögulegt eða? Já. Eitthvað þema? Nei, ekki það allt mömmur? Ekki þetta skipti. Nei. En mjög bara fjölbreytt og allir geta, allir kannast við þetta, það sem við erum að syngja og svona. Og þetta í Akureyrar kirkju og kaffihlaðborður í Safnaðarheimilinu þá væntanlega. Og þið byrjaðir að baka það? Örugglega einhverjar. Já, örugglega sko. Það voru allar látnar, þær sem vettlingi gátu valdu skrifa sig á lista á síðasta sunnudag, við æfum alltaf á sunnudag. Dóra, þú ert ein af upphafskonum kórsins. Já, ég bara alveg upphafskona, ásamt örfáum öðrum þá. Við erum ennþá samt 5 alveg orginal sko í kórnum, en það hefur fækkað og fjölgað í staðinn. Við það byrjaði nú eiginlega þannig að það voru nokkrar áhugasamar konur sem störfuðu mikið saman í Káa, í foreldrastarfi og svona. Og við fórum að tala það verður nú gaman að syngja og við fengum aðstöðu í Káaheimilinu og byrjuðum og fengum okkur bara stjórnanda sem heitir Björn Leifsson. Við ætluðum að hafa þetta blandaðan kór og það komu 3 kallar. Og það gerist, það gekk nú ekkert mjög lengi vegna þess að þegar þeir voru orðnir 1, þá sögðum við honum upp. Og sáum bara okkar sæng útbreyta, annarkvæmt var að hætta eða auglýsa. Og við áttuðum okkur nú strax á því það myndi nú ekki þýða að auglýsa Káakórinn. Þannig að við breyttum nafninu í Kvennakór Akureyrar. Héldum kynningar, dagskránir á Grænahatti og það var sprengja. Og við fengum fylltist bara. Þetta var 2001 að vori. Og það var bara sett upp þannig að það byrjað haustið og það skrifuðu sig eitthvað 100 konur. Og það byrjaði bara með látum haustið, en nú erum við búin að ná svona nokkurn veginn jafnvægi, við erum svona kringu 60. Og mjög margar búin að vera eiginlega frá þessu 2001. En þið ætlið að auglýsa líka í leiðinni núna eftir fleiri konum, þið getið tekið fleiri raddir og jafnvel einhverjar svona yngri, fá einhver endurnýjun. Já, okkur vantar pínulítið að fara að fá meiri endurnýjun, það hefur alltaf komið eitthvað, en meiri endurnýjun vantar okkur og fyrir sjáanlega dálítið mikið. Þá eru þið 60 núna cirka bát og getið alveg bætt við ykkur. Já, okkur vantar sérstaklega í sóprani. Svona þær sem geta komist upp í hæstu hæðir, sko. Sópran 1. Já, sópran 1. Því það eru 2 sópranar og 2 altar í svona kvennakór. Hún stjórnandi hjá okkur, hún Sigrún Magna Þorsteinsdóttir, organisti í Akureyrarkirkju. Og hún 7. stjórnandinn, ekki? Jú. Frá upphafi. Þannig að það bara að gera, ef fólk hefur eitthvað svona söngþörf og áhuga að kíkja bæði á tónleikana í kaffihlaðborðið og svo bara melda sig hjá okkur. Eru þið með eitthvað Facebook-síðu? Já, lokusíða hjá kórnum. Nei, hún opin líka, ekki? Hvað fólk vil ná í ykkur og bæta sig? Kvennakór Akureyrar, KFAK. Kvak. Það er líka, ekki góð skammstöðun? Jú, það er mjög gott fyrir kór að heita Kvak. En bara takk kærlega fyrir komuna. Gangi ykkur vel á tónleikunum á sunnudaginn. Takk fyrir það. Takk kærlega fyrir það. Það nú gaman að heyra eitthvað uppskriftir að sortum. Nei, við skulum ekki fara til það. Ekki Hnallþór þarna alveg bara og smurbrauð og allir pakkin. Og heitir réttir og svona fermingaveisla. Og Marens alveg bara í Langebanner. Langebanner. Takk fyrir komuna. Takk kærlega fyrir.